Já, verið velkomin til leiks, góður hlustendur, þetta Bomban, Geitinn í leiknum. Í dag er ég með tvo helferska menn, Indriði Áka og Kristján Atla Martinsson. Ég veit ekki, Indriði, ertu þá leikmaður í BF eða? Ég er skráður í félagið en ég er ekki beint leikmaður. Kristján Atli, þú ert leikmaður í IR, hvað segirðu gott? Ég segi bara virkilega gott, ferskur. Ok, Indriði, þú ert nýr leikmaður, hvernig er það komin í Da Bomb Studios? Bara gaman, þetta er flottar en ég átti vona. Ég fíla það. Herru, þátturinn í bóði KG þjónustunar. KG þjónustan er á Eirhöfða 14, bestir í viðgerðum og allt það, kíkið á þá. En ég ætla að fara sem sagt í AI-kynningu á honum Indriði Áka. Bara orð fyrir orð. Gestur í dag er maður sem hefur spilað fleiri leiki en flestir hafa farið í ræktina. Hann er skagamaður með járnlungu, vinsluvél á miðjunni og maður sem hefur spilað fyrir fleiri félög en sumir hafa Tinder-datað. Hann hefur verið á Val, Fram, Víking Ó, Keflavík, Haugum, Leiknir, Ía, Njarðvík og IBF og alltaf skila hann sér í vinnuna, saman hvort það sé rigning, rok eða dómarinn búinn að missa vitið. Hann tók smá pásu fyrir boltanum, en eins og alvöru vinnuðstur þá gat hann ekki verið lengur frá þessu. Hann kom bara aftur, mættur í Njarðvík, tilbúinn að ríða upp miðjuna og láta menn finna fyrir sér. Núna síðastlega sumar hjálpaði hann pabba sinum, Láka Army eins og Kristján Atli segir, í Eyjum að ná frábærum árangri með að við spána sem var fyrir tímabili. Hann er harður, heiðarlegur og alltaf til að leggja sér 110% fram. Nema þegar hann er að panta sér mat, þá er hann 50-50 hvort hann taki pítsu eða hamburgara. Velkomin í bombuna, Indriði Áki Þorláksson, maðurinn sem mætir í tæklingu eins og þú hafi móðgað fjölskylduna hans. Vá. Ok. Það var eitthvað til í þessu. Já, þú veist, þetta var AI, skilur þú veist, er þetta ekki svolítið akkurat, þú veist, flest. Jú, getur AI leikgreint með hana? Það var aldrei að segja að vera djúlegur hana hlaup og eitthvað. Ég sver, þetta kom frá AI, sko. Nei, ég er ótrúlega fyrir bara, sko. Já, þetta er bara rosalegt. Herruðu, velkomin til leiks. Eins og við ræddum þá hérna, hvað ræddum við? Ímislegt. Já, en næsti það hérna dæmi við að fara í ferilinn. Eru þið tilbúin í það? Já. Við byrjum á Barcelona B. 22 leikir, 10 mörg. Ég ætla bara að taka fyrstu tvö. Hvaða ári er þetta? Þetta er 2006-2007. 10 mörgir 20 leikir. Þið ættu samt að vita þetta, sko. Þú veist. Ég er á þessi settir. Já, ég ætla bara að fara í næsta. Já. 2007-2011 Barcelona, 104 leikir, 26 mörg. Bojan. Það er rétt. Ég ætla að segja það, djöfull maður. Ég var að segja það. Þetta er vel gert, sko. Ég var að segja það, sko. Þetta er ekki auðvelt, sko. Nei. Þannig að hérna. Það er þekking hér. Mikið þekking. Vel gert. Ég var að segja það, sko. Indriði. Bojan Krikic. Já. Stoke Legend. Herru, við ætlum að fara í spurningar. Indriði. Já. Og þú veist, sumar þessi spurningum eru, þú veist, sérstakar. Leiðilegasti þjálfari. Sleppu þessu maður. Já, þú veist, ef ég væri spurður að þessu, þá myndi ég bara segja þú veist, bara hreinskilinn, ég er aldrei að vera að hitta hann aftur, nema að maður sé hrættur að hitta hann aftur. Þú ert ekki að tala um því þjálfari í Bandaríkjunum, sko. Já, það getur verið. Góð punktur. Það er rétt svar í það. Já, minna, við erum ekki... Ég hafa ekki bara að fara í hérna eina útlendingin, það er Pedro Hipólito. Já, það er klókt svara. Já, klókt. Varstu með hann? Hann var að þjálfa mig hjá Fram. Ok, byrju, hvað er það langt síðan? Bara 2017. Það er bara 9 ár. 2017, 18. Já, ok. Eitthvað. Herðu, liðsfélagi með versta fatastílinn á ferlinu. Bara eitthvað. Einhver útlendingur er því líka. Ég ætla bara að segja Gísli Laxdal. Mesti tjókkó liðsfélagi. Sko, Gunnar Gunnarsson, hann var svona 30 mínútur fyrir fram að spila eftir æfingar, þannig að Já, ok. Sérstaklega á þessum yngri árum, sko. Hvor er betri í FIFA, þú eða Lexi Þorláksson? Ég núna
Er það? Já, alveg 100%. Ég kefti við bróðin einu sinni í FIFA. Hann er besti gauð sem ég spilaði í FIFA. Ég náði ekki boltan. Hann var með boltan í 90 mínútur. Og ég tel mér góðar í FIFA, sko. Af þessu lýsingum þá getur ekki verið góður. Nei, en hann er rosalega, sko. Ég var að taka hérna Weekend League síðustu helgi og ég var 13-2 þar. Já, ef þú ert 13-2 í Weekend League þá ertu svakalegur. Já, ég er góð, sko. Ég komst í Weekend League og hérna, ég var svona 10-10. En nú er ekki 40 leiki núna? Það er 15, það voru 40 Já. fyrir nokkrum mánuðum sem er gali, sko. Þetta er eiginlega helgina mína, sko. Herðu, næsta er uppáhaldslið á ferlinu þar sem þér leið best. Það er framliðið sem að vinnur fyrstu deildina. Já, 2021, eða ekki? Nei, 21, já. Já. Já, það er náttúrulega eitt besta lið bara í sögu lengjudeildar, eða þú veist, hétta Inkasso þá eða? Já, síðast ára eftir já. það, Inkasso. Það var svakalegt lið. Maggi, var ekki Maggi með það? Magnús Ingi, Já. hann fyrir á lán. Ok. Þekki aðeins til hans. En já, hann var alltaf íkvæm. Já. Alltaf seinn á ferlinu. Það leikmaður var alltaf seinn. Vá. Ég er alltaf að taka með smá pásu, þannig að þetta er ekki alveg. Nei, það, sko. bara þessu mannst eftir sem var alltaf svona seinn. Síðust stundu. Sko, Alex Freyr, Elís kom fyrst. Já, fyrst í heisinn. Það kemur ekki óvart. Steiktasti á ferlinu. Vá. Örgulega Ívan Búbalú. Hérna, Kristján spilaði með honum. Það er alveg steik, sko. Hann var bara rugglaður. Það er ekki eitt, sko. Þú veist bara á honum fatastíl. Þá segi ég líka tegna útlendingur. Þegar ég segi útlendingur, þá hugsaði Ívan Ívan Búbalú, já. Byrju, var hann ekki frammeiri? Hann var framherri í Hann fram. klæddur hræðilega, sko. Byrju, 2017. Eitthvað hannig. Hann skoraði. Hann skoraði, já, hann skoraði full. En vá, það var erfiður maður. Og með hræðilega fatastíl. Hræðilega, sko. Herðu, ekki mín típa á ferlinu. Ekki mín típa. Já. Hann var alltaf að henda ykkur þú veist- út og næða. Nei, þú veist, ég spilaði með leikmanni sem ég þoldi ekki, sko. Þú veist, og ég var ekki trættur að segja það, sko. Ég bara, þú veist, þú getur bara sagt pass ef þú vilt, sko. Ég bara, svona gauð sem þú bara þoldir ekki. En þú veist, Já, ég er ekki með neitt sem. Nei, allt er góð, allt er góð. Strax upp. Finnasti á ferlinu. Úff. Bara Albert Hafsteins. Er Alltaf gaman að vera í kringum hann, sko. hann fyndin eða? Hann er fyndið, við erum alltaf vinir. Ok. Æsku vinn á skaganum. Æsku vinnir, já. Besti þjálfari á ferlinu. Úff, kræfiði spurningar. Skemmtilegar? Já, ég ekki tómi eftir. Nei. Besti þjálfari. Sko, Hver með því að framáttur? 21. Nonni Sveins. Það er náttúrulega meistari. Það er náttúrulega virkilega flottur, sko. Já. Ég er búin að vera með svo marga þjálfur, ég er alltaf búin að vera í svo mörgu liðum að ég er búin að vera með hellinga þjálfurum, sko. Hver var á leikni sem þú veist með? Þá var Freyr. Er það? Já, þá Ok. Það gefur eitthvað Hann var líka, Freyr var líka aðstoðarþjálfari hjá Val þegar ég var þar, sko. Já. Já. Þannig að, já, ég skal bara gefa Nonna þetta, hann var, ég ætla að fekka blómstra undir honum, þannig að ég skal bara gefa honum þetta. Já, toppmaður, Nonni. Herðu, takk fyrir þetta. Förum að séu bestu deildina og lengjudeildina. Er eitthvað að frétta málum þar? Ágúst Orri fært til Póllands. Er það eitthvað? Já, mér finnst það missir Breiðablík vegna þess að ég horfði á þessa leiki núna í sambandstildinni. Já. Sérstaklega leikin í Laugardalnum á móti hérna tyrkneska liðinu. Já. Þá var hann helvítis brækur, hann var bara besti með vallarins. Og ég hugsa með mér, ef hann verið svona formin að sumar, þá getur hann bara orðið besti með deildarinnar. Þannig að ég held að það sé svolítið missir, sko. Þess að hann var upp og niður í deildinni í sumar en hann var mjög fínn í þessi sambandstildinni, sko. Já, ég var ekki eitthvað rosa hrifin á honum í sumar, sko. Nei, ekki stumanni, en í sambandstildinni Já, ég var bara undir lokin. Já, hann var náttúrulega kannski ekki alveg nógu góður í deild, Nei. en eins og þú segir, góður í stóra leikjunum hann í sambandstildinni. Já, mér finnst þess að hann var að vaksa. Róbert Elís með þrenn á móti Fylki. Heldur. Á hann einhverja framtíði þar? Já. Er það? Já. Ég vil minna það. Veist þú hver Róbert Elís er? Nei, ég nefnilega veit það ekki. Íringur sem fór í KR í fyrra. Með mér á miðjunni 2004 sumarið. Já.
gott, sko, svo gott fyrir strákur svo hann að fá að vera undir minni handleiðslu, sko. Ég veit það. En hann fekk ekki að spila mikið í sumar. Nei, en hann er 2007, sko, hann á hefðið ungur, sko. Já, þegar þú ert svo ungur þá er það að spila. Já, ég sammála því, en hérna, ég held að hann geti klálega verið í myndinu á KR í sumar. Herðu, Jón Vignir Pétursson, selfiskur, búinn að fá tilboð frá bestu og lengjudeildarliði. Þekki eitthvað til þess? Já, ég þekki alveg aðeins. Er hann góður eða? Já, Ég hef aldrei séð hann. mjög fínt, sko. Já. En, þú veist, Er hann svona góður eða? Sko, ég náttúrulega bara ekki sé mikið á hann. Ég, sko, þrátt fyrir að ég spila lengjudeildinni, þá horfi ég ekki á neina aðra leiki í lengjudeildinni, sko. Ég horfi bara á, ég horfi á enga leiki. Já, þú spilar á mótunum, ekki? Ég spila á mótum, hann er bara mjög solid leikmaður, sko. Er hann bestu þetta leikmaður? Ég bara veit það ekki, sko. Nei. Hann er bara mjög solid leikmaður og hérna, ábyggilega topp náðan. Indri, Júlíus Marti Kristjánsson, hvað eru að segja um það? Áhugavert. Hann er náttúrulega, ég held að hann hafi allt Já, sammála. svona, ef þú horfir á hann, skilur, hann er góður varnarmaður og hérna fljótur, sterkur, lítur vel út á velli, en svo er náttúrulega spurning að hann átti ekkert svakalega gott sumar. Nei, En kannski er bara að taka hann upp á uppsætið hjá honum, að hann náttúrulega getur alveg gert þetta, sko. Mikið potensial, sko. Já. Við hérna, í byrjun tímabils, Mm. Kári byrjaði tímabil alltaf leið. Raunarnas rústuðu Skaganum, rústuðu IPVF, Já. eftirlóndi Breiðablik og Kópavogselli. Í þessum leikjum voru Kári að spila mjög svona yktan Óskar Hrafns bolta, með línuna bara miðju og allt það. Þá fannst mér hann mjög góður og ég hugsaði með mér þegar það var svo leiki. Ef hann væri ekki þarna, Já. hann getur ekki spila svona. Það hann var fljótur. Já, en þú veist, var hann góður í þessari línu sem var svona framalega? Svona, til að byrja með fannst mér, sko. Já, Það er náttúrulega engin Nei, góður í þessu, það er líka hægt að vera góður, sko. eins og við sjáum Tottenham í fyrra undir Ans, að þá er, þú veist, með Van de Ven sem er fljótasti hafsend Já. ekki heim með Já, já, já. en hann lítur líka í Já. klút bara út í því úr með vörnun upp á miðju. Það var mín pæling, sko. Hann leit vel út með hvað þetta er ógeðslega krefendi, sko. Já, en þú veist, bakgrunni og Tottenham náttúrulega bara kantmenn, sko. Þeir voru ekkert í vörn. Ég meina, saman á KM, Gabriel Einarsson upp á rauðu vangi. Það er vísur rétt hjá þér. Já. Þróttur slátræði Val hana daginn. Slátræðan 3-1. Siggi Lár spilaði fyrir Þrótt. Var hann í liðinu? Já, hann var í liðinu. Það er rosa. Er það ekki svolítið svona sleggja? Nei, ég sá hérna byrjunarliði hjá Val á Twitter hjá hann og ég held að þetta sé alltaf mikið af leikmennu sem eru ekki að fara að spila stórt hlutverk í sumar, sko. Nei. Ég hérna veit allavega á því að allir þessi helstu og ég held að þeir hafi bara mætt til æfingar núna í janúar. Já. Þannig að hérna, ég held að sé erfitt að taka mark á úrslitum hjá Val núna í Reykjavík-mótinu. Ég held að kannski yngri leikmenn fá meiri séns núna. Sko, KSÍ síðan liggur niðri og ég er ekki á Twitter, þannig að Exit, þannig að ég sá ekki byrjunlið, en ég svona hugsaði með þetta hlýtur að vera eitthvað að byrjunlið og Vals eitthvað. Já, ég sá úrslitin og ég hugsaði bara að ég verði nú að sjá liðið hjá Val með við úrslitin. Segðu mig, þú varst í Val 2014 og hérna, núna er Valur að fara í einhverja endurnýja liðið og byggja upp á ungu leikmönnum. Þeir að kaupa leikmenn frá öðrum liðum. Hvað finnst þér þetta nýja dæmi hjá þeim? Ég held að þeir þurfi náttúrulega, þeir þurfa að fara að byggja upp á aðeins yngri kjarnóta því að þeir eru búin að vera að, hvað segir maður, með svona win now mentality í mjög langan tíma. Eiginlega engir ungi leikmenn búin að fá séns. Nei. Og núna þegar það er ekki búið að vera árangur með þetta win now mentality síðustu ár, að þá er náttúrulega stuðnismenn, þá eru þeir bara að býta af hverju eru að eyða og kaupa leikmenn en við erum ekki að vinna. Þannig að kannski ég skil alveg að það sé meiri pressa að byggja á heimamönnum og yngju upp og eitthvað þannig, en hérna svo er náttúrulega líka þannig að eru til einhverjir ungi valsara sem að geta spilað í eftir. Ég ætla að koma inn á byggja upp á heimannum hjá Val. Ég held ekki. Don't think so, sko. En þeir eru ekki að fara í það projekt eða? Jú, alveg klálega. En eru leikmenn í öðrulokk Vals sem eru að koma upp sem eru rosa flinkir eða? Ekki ef ég orðið var við það. Ekki heldur. Nei, ég frétti einhver tíman að 4. og 3. flokkurinn væri ágætur hjá þeim, sko. Hvort að það sé nóg til þess að byggja á en hérna næstu árum það kemur í ljós, sko. En það þarf allavega að fara að koma upp einhver valsari á næstu árum. Þetta er orðið frekar
nánast vandræðilegt að geta ekki búið til einn leikmann á 10 ára ramma sko. Hvenær bygguðu þið til leikmann? Ég held að Arnar Sveinn sé síðasti leikmaður Já, Aron Eli fyrir aftur líka hvenær ef þú pælir breyði ég ekki að tala leikmenn sem hafa verið einhver langt bara að tala í íslenski deildakeppni sem bara efstu 3-4 deildunum það eru eiginlega engir valsmenn í efstu 3-4 deildunum bara í öðrum liðum en eitt þeir framlega bara ekki svona leikmenn fyrir önnur lið sko. Hvað er þessi fór í Fylki þessi Joshua, hann ekki valsari eða? Ég hef aldrei hitt hann svo en ég bara segja að það eru bara rosa fáir leikmenn í deildakeppni í Íslandi uppáldir í val þeir framlega ekki einu svo leikmenn í önnur lið sko. Alla, sko. Já, sko, þeir voru að kaupa hann Káagaur hann hérna sem manni hvað hann heitir Sturle svo núna voru þeir að kaupa hérna hvernig voru þeir að kaupa hann hérna frá Leikni Sjakkan Veseli buði hann ekki bara nei, hann er kominn þú leiknir á Fjölni já, Kristófur úr Fjölni þessi gaur ekki nógu góður fyrir þessi gaur ekki nógu góður fyrir efstöld það á nú eftir að koma í ljós ég held að þeir verður nú að fá að spila fyrst áður en að segja þetta gefa sjensbomb sko, Kristján ég sá Kristóf, hann skoraði hann að markið hann á móti okkur að þú veist í hann í sumar það var svona eina sem ég sá sem var gott sem hann gerði sko. eins og sé, ég horfi lítið á hérna leikina í lengildinni þannig ég get bara ekki dæmt það sko. En þú veist, mín skoðun er bara svo að ég held að Valur er í ströggli sko. Þeir var í ströggli það er spurning hvað markmiðin er út af því að allavega eins og þetta er leikmenn sem eru að sækja þá getur eiginlega ekki gerst á kröfu að þeir séu að fara að berjast um titil sko. Nei sko með við þess að gera núna þegar Val leikmannakaupin þá bara að ná Evrókeppni væri bara krafta Býtu, er ekki krafa alltaf hjá Val að vinna titla? Ekki með þessi leikmannakaup þá held ég að það sé ekki í ár en mér finnst þér það? Nei, þú veist Nei, nákvæmlega en það er eitt líka samt sem Valur að passa á að sko þeir hafa verið bara með eldri leikmenn síðustu ár sko þeir geta ekki farið og því bara með eldri leikmenn bara yfir yngri leikmenn þeir þurfa svolítið að mixa þessu upp það þarf að vera eitthvað millifur þú veist, mér finnst alltaf að einhver ungi leikmenn en þú veist, ekki bara ungi leikmenn þeir þurfa að mixa þessu Já, mér skrýta að Jónatan skrifaði undir áframhaldandi samning hann lítur að hann fikk góð að kaupa eitthvað mjög góð át af því að hann er frá að eyða sínum bestum árum í eitthvað svona kjaftaði Já, það er 4 ára saman Já, þetta Mér minni það Já, bara skil hann vel Já, þú veist hann fekk 4 ára, frábæru launin Já, ég skil það alveg það veit hvað ég meina Já, algjörlega Legacy, skilur Legacy Hann hefði getað mikið alveg að koma penning í KR, sko Já, það er svona langi ekki að fara að smaka á titlu Ég veit það ekki Byrju, hvað er næst hérna Í að kaupi Rafael Mána Hvað segir þú það, Indri? Ég náttúrulega er ekki búinn að sjá hann strax spila og mér finnst ég skil í alveg hérna að sækja unga leikmenn en svo setur maður líka spurningumerki að í að er náttúrulega líka að búa til sína eigin leikmenn upp á Skaga sko. Já, það er akkurat málið í að effekt fyrir að búa til leikmenn út af hverju að kaupa þá leikmenn Ég held þetta sé bara þeir eru að kaupa hann, jú vissulega er vantilega að eyða dálítið miklum pening í að kaupa hann en hann er örugglega ekki á einhverjum himinháum launum hana hérna, þeir eru vantilega bara að reyna að selja hann það að hann fái hlutverk hjá liðinu og hérna, þeir hjálpi honum til að selja hann út og kannski sjá þetta bara sem tækifæri fyrir sig að fá bestu ungu leikmennina út af því að þeir eru náttúrulega með svakaleg sambönd út og eiga mjög auðvelt með að selja leikmenn þannig að hérna þetta er örugglega bara sniðugt hjá þeim skilu. Ég ætla ekki að dæmi þetta strax ég þarf að sjá hann að strák spila þess Var hann ekki rándýr? 12 milljónir Það var að segja, ég trúi því ekki Fjölnir ekki á hausnum Jú, 12 kúlur Sko Fjölnismennindar ég er að gefa meitt þeir hafa náða að mjólka þetta vel 12 kúlur 12 kúlur, bara í cash Þeir kunna mjólka Kunna mjólka Já, hvað borgaði Valur fyrir hann að gauður hana? Hann hérna sem við erum að tala um Leikni? Nei, frá hérna Fjölni Ekki hugmynd Hvað heitir hann aftur? Kristófer, já Ég man ekki hvort þegar keypti hann eða ekki
Það skiptir ekki Er máli. þetta samt ekki alltaf einhverja tölur sem að bara einhver hendi fram? Jú, ég held Er eitthvað búið að staðfesta? Ég held að Nei, Ekki Kristján Óli í þungaftinni með þetta alltaf. hann er með góða heimavinnu. Þetta er svo fyndið, sko. Svo minn maður alltaf að steikja hann hérna fylkiskoður, hvað heitir hann? Svonur, Reynir Leós. Leo Reynisson. Leó Reynisson. Já, alltaf að steikja. Er það ekki Skagamaður? Jú. Já. Hitt hann í gær í bænum. Það var helvíti flottur. Þekki þetta, ég er ekki á X-inu sko. Þetta ekki, já, ok. Þetta er X-inu sko. Jú. Ég mæli með því Alveg, sko. X-ið er alveg sko. Þú hættir út af vókmenningunni. Já, ég nefnir því. Alveg rétt. Nefndi ekki að hlusta á Þorstein Maff hérna. Já, tjá sig. Þú ert ekki Þorsteinn Maff, maður. No comment. Nei. Það er fullt á erlendu liðum og eftir Helga og Ingimundi í Víking. Hvað er málið með þetta? Já, Víking, þú veist, er ótrúlega leiður hann hana, hvað heitir hann? Það fari ekki í IBF en hann Baldvin hana, Já. hvað heitir hann aftur? Aron Baldvin? Já, en það er alveg ljóst að Sölvi Geir lítur á hann Aron Baldvin sem bara mjög mikilvæg hlekki í þjálfarateyminu. En er þetta ekki svolítið slæmt fyrir Sölva að þið geta ekki mist aðstofþjálfara sinn? Mér finnst þetta að vera svolítið eins og hann sé þjálfarinn, Aron Baldvin. Ég skil hvort þú fara á það sko. Nei, ángríns. Já, ég skil. Mér finnst eins og hann sé bara þjálfarinn með hvenær hafið þið heyrt að þú leifir ekki aðstofþjálfarinn og fari í annað lið og taka við aðalst. Hvenær? Ég man ekki eftir að Nei. hafa séð það. Ekki á Íslandi, það er að segja. Nei. En það er ljóst að Sölvi lítur á hann Aron Baldvin að það er mikilvæg að hann eiginlega bara treyst sig ekki til þess að vera annars. Er það ekki svolítið slæmt lúk fyrir Sölva? Sölvi er náttúrulega bara nýr fyrsta ára hann sem aðalþjálfari. Aron Baldvin er 30 sko. Já. Þetta er mjög áhugavert. Ég held samt að fær hann ekki bara betur samning og Víkingar eiga nóga pening. Þeir hafa vantilega hugsað að hafa verið bara vesen að ráða eða sérst að finna annan aðstofþjálfara. Það er ekkert gefins að fá góðan aðstofþjálfara á Íslandi sko. Þannig að ég skil það alveg að ef hann er mjög góður í þessu að bara neita sig og gefa hann nýjan samning sko. Hann er vist mjög góður að leikræna og bara þetta new breed skilur. Þú veist, tölfræði, þessi leipur svona mikið, spilaði hann við þarna, skilur. Mikið af svona ungu þjálfurum eru komin lengra á þessi tölfræði dæmi og allt þetta dæmi í fótboltanum heldur þessi eldri þjálfarar. Já. Sölvi Geir ekki gammal, hann er tölvöld eldri heldur en Aron Baldvin. Þessi ungu strákar í dag eru brátt miklu fram að varandi tölfræði heldur en þessi eldri þjálfarar. Já. Óli Jó er ekki jafn mikil tölfræði og Aron Baldvin, ég get að lofa þér því. Nei, en þetta let hann heyra, hann að Jókalla. Já. Rodri áfram í Káa kemur mjög óvart. Jeppinn er komin frá vestra. Káa vill halda Jóhann Símon. Þú veist, Káa á virkilega sterkan annan flokk sem voru að spila í Evrópukefni. Og þeir sæna áfram gauð sem er að vera fertugur. Þú veist, hvað skilaboð gefur það til yngri kynslóðanar? Hvað er að gamla? Hann er 38 ára. 38? Já. Er hann ekki bara orðin eitthvað legend hann að Greinilega. sjá Káa? Já. Maður gerir sér ekki alveg grein fyrir hvað áhrif hann hefur hann í klubnum en hann er alltaf búin að vera ógeðslega lengi og staðið sér mjög vel. Maður veit ekkert, ég efast hann sé ennþá að fá eins og vel borga núna og hann fekk fyrir nokkrum árum sko. Ég fór að hugsa bara hvort hann var að þjálfa yngri flokkum með eitthvað sko. Bara akkur, hann er 38 ára og þeir eru að gera nýja samning sko. Mér finnst það fáránlegt. Jón Guðni nýr aðstofþjálfari Breiðabliks. Hvað segir það? Bara flott sko. Hann var tekið við fjórðaflokk í Hák. Er það? Já. Og sveik okkur Hákaðinga og fór yfir í... Nei, Við erum í Rivals. Já, Rivals. Nei, þetta er bara spennandi sko. Það er örgulega hellingum okkur. Ari Freyr Skúla tala að Arnór Trutsi eigi að vera bestur í bestu deildinni. Hvað segir það? Hann á að vera ég meina Það er spilað bótunum? Nei. Kannski í yngjurflokkunum en er hann ekki 93? Jú, það ekki, ég held ég alveg Jú, hann er 93. Ef ekki 93 þá 92. Eitthvað annarkvort. Ég held að sé 93. Já, það ekki. Jú, hann er allan 32, hann lítur að vera 33 á þessu ári. En sko, hann á ekkert að vera bestur, en hann gæti sannlega verið bestur. Já. Þú veist, það er ekki þannig að hann eigi bara að vera nummer 1 bestur, en hann kemur svo sannlega greina að vera allavega bestur eða ekki top 3, sko. Ég held það. Mér finnst svolítið lélegt hann að það fari frá Norrköping eftir falli. Hvað, átt hann að vera hann bara Já, fyrirliðin
Hann var bara að koma þeim aftur upp, svo má hann fara í KR. Stökk hann af. Ég sko, ykkur að segja, er í Norrköping maður. Já. Bróðum mér byrja í Norrköping. Já. Við farið á nokkra leiki og ég er ekki ánægð með það. Og ég er ekki ánægð með Jónatan heldur að fara í Breiðablik. Stökk hann frá sökkandi skipið eða? Já, út og hverju er ekki áfram í súperrettunni fyrir að spila á Íslandi. Já, góð spurning. Er þetta ekki bara orðið, eða svona stæðstu toppin á Íslandi eru náttúrulega komin með það há laun að ég meina, það er einmannlegt að vera að núti. Ég meina, þú ert að fá vel borgað fyrir að spila á Íslandi og nálægt fjölskyldu og vinum að kannski erum við bara tilbúin að stökka það. Þegar ég var bara í sánu á hann Já, og 2 strákar hlýra á mér. já. Þeir fóru að tala um hann í Jónatan og Breiðablik. Ok, hvað voru að segja? Hann var á hörkum dílarna. Já, það hlýtur að vera, það getur ekki annað verið. Já, og hvað eru að tala um? Þeir fóru að tala um 700 krónur, 700 kall. Ætlaðu þú að koma með sögu úr sánunni til þess að staðfesta hvað maðurinn er með í laun? Nei, ég er sendibúð hér. Þetta heyrði ég. Þetta er glæni. Voru 2 gæðir hlýna mér að tala um þetta og þeir sögðu 700 kall. Ég veit ekki hvað gæðir þetta voru. Ekki hugmynd. Hvaða sánu var þetta í? Það var Vorklæð Smáralind. Ég get alveg sett ekki að hann Dagur, hann Orri Garðarsson, sem skoraði 2 mörk á móti ÍR í sumar, sem var í HK. Já, 1 mark hvort leik. Hann er með meiri laun en það hjá Val. Peningur í þessum. Ég bara að segja það. Ekki furða að gæjar að koma heim frá Skandinavíu. Það er í testa. Já, Ari var að segja að toppan hérna er að borga betur en súperrettan. Þetta er galið, sko. Ekki bara súperretta, bara líka allsvenska. Já, þetta er galið. Já, en þú veist, Breiðablik Víkingur geta borgað þetta, þeir eru búin að fá svo mikla pening út af þessu Evrópukefni. Dagur gerir 5 ára samningu við Val. Já, og hann fekk svakalan samning. Ég æfði náttúrulega með hann í sumar við Eyjamenn. Ég æfði sérst með HK eitthvað smá. Já. Og svo æfði ég með Fram undir lokin. Já. Við Eyjamennir. Ok. Þannig að Dagur er hann er mjög spennandi leikmaður. Ég held að sé ekki margir leikmenn sem eru líkir honum hérna á Íslandi. Hvernig þá? Bara hvernig hann slúttar og annað. Hann er Já. mjög svona óslípaður leikmaður myndi ég segja. En ég held að það var uppsætið á honum að það er mjög hátt sko. Þannig að það verður mjög fróðlegt að sjá hvernig hann stendur sig. Já, mér varst hann besti leikmann HK í sumar. Já, það skoraði bæði helvítis mörkin um ÍR. Já, það var líka bara, þú veist, mér varst það svona alþrettið. Já, hann bara fljótur og þá var maður bara líka tilbaka sko. Þessi mörk voru svona tilhörnakent. Hræðileg mörk. Já. Það var eitthvað helvítis markspyrnu eitthvað. Bara liggja tilbaka þegar þú mennir að bara bakka. Hversu mörk í ÍR? Nei, ég ætla ekki að vera að tjá mig um þetta. Hversu mörk á sig frá markspyrnum og eitthvað svona kjaftaði. Boltinn skoppar í, svo mútið Þrótt á útivelli. Ég var það í bannið leik. Já, þú horfðir á hann. Já. Já, þegar hann komst í gegn hana. Já, maður er ekki sáttur með þetta. Nei. Svolítið, ég get farið náttúrulega það síðan. Já. Herru, Indri, mikill áhuga á Atla Þór, hvert á hann að fara? Það er Fram, IBVF og IA. Hvað myndi svona vera besta fitti fyrir hann? Ég er svo sem með tengingu í öll Já. þessi 3. Já, Sko, fyrir eftir hvað Lárus Orri er að fara að spila hann upp á Skag, því að Viktor verður alltaf sendur nummer 1. já, Þannig að það er spurning hvað hlutur hann fengið þar. Fram er náttúrulega þannig sé að framherja laust. Bíström samt. Er hann Hann er frammeri. er það? Já, Róbert Hauksson. Já, ég myndi samt Vúk. myndi svona pínu kampmenn líka. Já. Ég er svona ekki En þetta sé sumar ekki þá hreinrættaða nýjur, Já, þó svo að þeir geti vissulega lista, sko. Róbert Hauksson og Vúkur spila mikið saman frammi. Já. Og þú veist, og þeir spila með það með 2 uppi. Þeir spila 3-2. Já. Þannig að, þú veist, ef það er einhver sem er með bara örugga stöðu í liðinu, hérna fremst, þá er alltaf ykkar staðalaus sem allir geti spilað. En Ef að IA er að reyna að fá hann af þessum 3 liðum, og þá finnst mér nú alveg líklegt að þeir næli sér í hann, sko. En það er eitt með fram að þeir spilir ekki með kant, þeir spila vingbakka. Þannig að þessi Vúk og Róbert Hauksson, þú veist, þeir eru að spila frammi eða bekknum, sko. Þú veist, þeir eru ekki að spila vingbakka, því sko þessi hvað er. Nei, ég hef ekki séð það mikið allavega. En þeir hafa ekki spilað vingbakk, herru, nógum þetta tal hjá okkur. Alexander Linda, tekið IBVF, Indri, taktu. Er hann Takk fyrir. tekin við eða staðfest? Já, hann er nú þjálfari, það er Já, staðfest. Nei, bara mikið eftir IBF að vera komið með þjálfara, náttúrulega.
það er aldrei mikið sem þarf að gera núna hérna í leikmannamálum. Eins og hvað? Þess bara, það vantar bara í flesta stöður, sko. Þetta er mjög lítill hópur og kannski ástæðan fyrir það að ég hérna kom hann í sumar er að bara mitt sumar þá náður ekki í hóp, sko. Þannig að þá var hringdi mig bara að vera til taks ef að það eru fleiri meðsli, sko. Þú spilaði mjög í sumar, ekki? Spilaði 2 leiki. Já, hvernig var það? Bara gaman. Hvernig er að vera í Eyjum? Herru, sko aðstæðan sem þeir bjóðu upp á núna er virkilega góð. Þeir eru náttúrulega konum í gerðugasið, þeir eru með geðugan klefa, heitt og kalt hérna í klefanum. Já. Og mjög góð lyftingaraðstæða. Ok. Þannig að það er allt til alls þarna. Svo eru náttúrulega líka með innuhöll, þannig að geta eftir inni náttúrulega á veturna, sko. Þannig að aðstæðan í Eyjum er mjög góð. Nú IBF, ég held að Alexander Linda sé að fara að falla IBF. Það er bara svo leys. Komba, þú veist ekkert þjálfarafélag Alexander Linda. Nei, veistu hvað, ég ætla að segja þér eitt. Þessi podcast sem er í gangi hérna í samfélaginu, ég ætla ekki að nefna nöfn, en þeir eru að gera eitthvað svona ótímabæra spá. Hver er mikið skít sama hvað spáin þín er í janúar 2026? Þið vitið ekkert hvað liðir að fara að spila. Þú veist, leikmannahópurinn er ekki orðin tilbúnir. Samt varst þú núna að spá IBF niður? Já, Það er janúar. Já, ég bara skjóta, nú er ég að skjóta sjálfa mig. Já. En þú veist, ég er ekki að segja, herðu, Breiðablik vinnur núna 2026 og það er janúar. Ég held að Vingur vinni klálega og það er janúar, sko. Já, en samt til hvers er þið að eyða tíma ykkar að segja, já, þetta er númer 1, þetta er númer 2, hver er mikið skýt sama? Hver er mikið skýt sama hvað spáin er í janúar? Þetta er svona clickbait dæmi. Guð minn almáttur. Það er, þú veist, Bomban podcast, við erum bara hrein íslenska hérna, sko. Það er bara svo leys. Herru, Felix Matthús frá Grænhöfðum til Njarðvík. Já, ég sá þetta. Já, hvað er hann? Hafsend? Hann er Hafsend, 35 Þetta var ára. hann ekki að skora einhvern leikjum núna? Jú, hann skoraði báðu. Hann er búin að skora 3 í 2. Já, jú. FH og... FH og... Í Káur eða? Nei. Jú, KR. Vil þetta Hafsend þjálfun? Já. Ég gerði ráð þetta fram meiri. Já, ég... Sattir. Davíð Smári er að kukka. Já, það verður mjög fróðlegt að sjá Njarðvík í sumar. Og líka bara hvað Davíð ætlar að gera, hvort hann heldur sig við þetta 5-manna kerfi sem ég finnst alveg virkilega leiðilegt í mér. Eða hvort hann fari í 4-3-3 eða 4-2-2 eitthvað. Já, hann heldur sig við sama. Sko, var hann að spila kortrengjum svona? Já, hann spilaði 5 manna með kortrengjum, en svo sko þegar hann fyrir upp með vestra, þá er hann komin í 4 manna. Ég meina þegar vestri vinna afturlíku Rauðsvelli, þá er vestri bara 4-3. Nú, ok. Þannig að hann getur jögla á milli. Herðu, Kristján Hjörvar í afturlíku. Sko, ég sá svo frétt, ég hef aldrei heyrt Kristján Hjörvar, þannig ég get ekki að setja núna. Þú veist eitthvað mann. Hann var í Kára, markmaður í Kára í sumar. Kristján. Já, ég er enda búin að sjá Kára spila mjög lítið. Já, er hann hugsað sem fyrsti markmaður? Nei. Eða þú veist, hann á að challenge hann Arnaldaða. Arnaldaði var í U21. Já, hann er góð markmaður, sko. Já, hann var komið byrjaði mistorkið, ég var í afturlíku og ég var mjög hrein á hann, sko. Já. Góður að spila á marki og svona. Já, mikil pressa á honum í sumar. Jú, það gangi vel. Birta Georgs til Genúa. Já. Ég sá nokkra leiki hann undir lokin hjá Breiðablik, hérna sá bikarúrslitaleikin. Já, ég líka. Og svo sá ég hann að leikina þegar þær voru að reyna að tryggja sér hérna titilin, það gekk eitthvað bröslaði hjá. Já. En hún var, mér finnst hún alltaf vera besti leikmann í þessum leiki, það er að segja besti leikmann líka. Já. Hún er náttúrulega kærasta Mikael Ellerts, þið vitið það. Ég veit það ekki, en ég veit það núna. Hún var svakaleg í sumar. Mér finnst, sko, ég sá henni byggjúrslutleik, mér finnst hún og Sambandha. Hún er farin. Já, mér finnst það er svona, þú segir mest ábærandi. Kristján Ásgeir Þorbergsson til Ægis frá Árborg, þekkið þið það? Nei. Er það ekki strákurinn, það var að koma eitthvað frétt að hann var í, hvað var það, 4. deild í fyrstu? Ég sá fréttina en ég þekki hann leikmann ekki. Bara, aldrei. En bara vonandi gengur það vel. Já. Ægi er náttúrulega komið upp í lengjudeildina. Ætla selfísika sé ekki pyrrar yfir því að nágrannir þeirra í Ægi sé deildur ofan á. Ef ég verið selfísikur þá var ég bara svona, okkur Ægir deildur ofan okkur. Við með okkar aðstöðu, miklu meiri fólksfjölda,
og verið fyrir deild fyrir neðan ægi, ég væri ekki sáttur. Nei, þú veist, ykkar skoðun á Damir í Grindavík, hvað finnst ykkur um það? Ég bara, sko, ég hitti nú Damir daginn. Já, Og þú veist, hann er náttúrulega búinn að vera með Breiðablikunum í mörg ár, Evrópukeppni, mikið leikjálag, leikjar á sundum mándum, skilurðu, hann fyrir lengjildina, engin Evrópukeppni, leikjar á föstum, upp á fjölskyldulíf að gera, já, frábært múf. já, líka mikill gólfari. Já, hann er með það með það, hann fengi svolítið, eða bara, að vera eins mikið á gólfvöldum með Grindavík eins og hún sýnist. Já, hann lítur líka að fá góðan peningana. Já, ég get alveg votta fyrir það að hann fær fín launana. Ykkar skoðun Eiður Aron í Njarðvík. Það er bara stórt. Þú veist, Davíð Smári bara að sækja í sem fyrir lærisvinn og aftur núverandi lærisvinn. já, er hann ekki langbesti leikmaður í þessari deild? Ég veit það ekki. Hindri, Einn af þeim alveg klálega. Margir fín leikmenn í ég líka. Jú, þetta er mjög stórt fyrir Njarðvík aðlúta því að Njarðvík er að fá stóra prófíla allt í einu, sem er stórt út því að Njarðvík var náttúrulega fyrir nokkrum árum að þá voru þeir aldrei að fara að fá svona leikmenn. Nei. En bara til hamingju til Njarðvíkinga að geta fengið Já, svona leikmenn ég sammála því. til sín, það er Sammála bara því. stórt fyrir það. Já. strákar, lengjudeildin er orðin eitthvað ruggluð, sko. Það er bara, Heimi Guðjóns er komin í Fylki, Damir er komin í Grindavík, Eiður Aron fann í Njarðvík. Býtuðu, það er ykkur fleiri, ég man ekki hvað það var, en Sigur Egil konið Þrótt. já, þú veist, lengjudeildin er bara virkilega sterk. Þetta verður aðdeildin þessu sumar. Þetta verður aðaldeildin þessu sumar. Þetta verður spennandi deild. All eyes on leikildin. Hvar verður ÍR? Við ætlum að beita þeirri aðferð að taka næst sumar. Þá ætlum við að taka eitt leik í einu. Hver er þín spá fyrir tímabili? Bara Eins og staðan er núna. fyrir deildina. Já. Ég ætla ekki að spá fyrir deildina, ég lósi þess að ég spili í henni. Já. En ég lofa því við íringar, við verum í núinu, við tökum eitt leik í einu og það verður hart barist í mjótinni. Strákar, ég var í Mósvellingur ársins, ég var ekki Mósvellingur ársins, ég var í frambúði, tapaði fyrir Jökul í Kaljó. Hvað hafið það að segja um það? Þetta kom mér ekki óvart. Kaljó náttúrulega búin að auglýsa landið og Mosó mjög vel. Já. Þú ert að standa þig vel, Já. en kannski ekki eins vel og Jökull í Kaljó. Ég ætla að vera að segja það sama. Skulum aðeins finna sandinn og moldin og grasið Gæinn var í auglýsingur í Mads United daginn Bomba, þú ert ekki komin alveg þangað. Já, ég tek ósigrunum bara vel, en Bomba, Kaljó hittaði fyrir Rolling Stones daginn. Þú hefur aldrei hittaði fyrir Rolling Stones, ég þá lofaði því. En ég var nefndur í blaðinu, þannig að ég er mjög satt Hvað var það? Bomban er búin að koma með eitthvað, ég man ekki alveg hvað það var. Bomban er búin að koma á fullir ferðin í Mosó og kynna bæinn vel eða eitthvað. Þú nefndur í blaðinu sem er flott, Já. en þú var samt ekki hittaði fyrir Rolling Stones. Já, þetta podcast náttúrulega bara byrjaði í september, ég geði mér smá tíma. Indri, það er komið að Power-rankinu. Það er komið að þér. 5 bestu leikmenn sem þú hefur spilað með frá 5 til 1. Ok, ég er náttúrulega búin að spila í svo mörgum liðum og ef ég myndi powerranka 1-5 þá væri þetta eiginlega bara leikmenn sem ég var með hana í FH á sínu tíma Já. Þannig ég ætla ekki að segja alla FH eitthvað, það væri Nei. frekar leiðilegt. Já. Ég vissi ekki að þetta powerranka, maður ekki bara segja 5 eða? Jú. Herru, hjá Val er þetta Rúnar Már, hann var svakalegur. Þetta er sem sagt áður en hann fer út, Já. þá er ég hana með honum og hann var ógeðslega góður. Og Patrik Pedersen, hann kemur hana þegar ég er í Val. Þeir eru 2 bestu hjá Val. Hvað er svona gott við þá? Rúnar allavega á þeim tíma að þá, hann var bara svo ógeðslega sterkur. Þú komst ekki nálægt honum svakaleg skot og bara góður í fótboltanum alltaf og sér bara á ferlinum að hann bara náði mjög miklum árangri alls þar. Patrik Pedersen, hann góður í löpunum með það? Já, líka bara langbesti frammer sem ég hef verið með sem sagt, í uppspili að hann vill fá hann frá vörninni battanum út á kant og er svo mættur inn í box og náttúrulega frábær í boxinu, þess vegna er hann búin að skora allir þessi mörk líka bara topp maður sem að er ekki gefins í þessu.
Já, þú fílar hann sem manneskju. Já, mjög næs gæi. Ég er með svona nokkuð sem spjalla við hann. Þetta er eitthvað mest likeable náungi Já, sem bara til sko. já, Svona gæi sem auðvitað samgleðast, sko. Ok, Dani samt, sko. Ég veit. Já, einmitt, Danir er ekkert alltaf skemmtilega. Nei. Hann er mjög fín. Herru, svo náttúrulega þetta F-fálið, það er svo mikið að legendum þar, sko. Það var með Alla Guðna, Já, hann náttúrulega ótrúlega góður. Og Stephen Lennon, já, hann var frábær, hana. Svo ætlum ég að fá að henda framara Kyle MacLachlan þegar hann var hérna með mér í Fram. Og er ennþá góður, en já, þegar hann var hérna með mér, hann var svo yfirbara að það var bara eiginlega hlægilegt, sko. ef hann hefði ekki meðst, þá hvað? Já, ef hann hefði ekki sleitað hann crossbund. Já, ég held það, já. Hann er náttúrulega ekki svo besti á boltanum, en bara varnarlega séð að þá hefur hann eiginlega allt, sko. Já, Fysiskt, Já, sko. típisku bandaríkjum. já, nákvæm. Herðu, takk fyrir þetta. Þetta var helviti góð listi. Já. Mjög góði leikmenn. Þetta voru fínir spilarar. Já, ég hefði náttúrulega getað nefnt fleiri þannig í valið að FH, en Já. það hefði ekki verið mjög gaman, Nei. held ég. Segðu mér, hver var bestur í IBF í sumar? Sko- Sem þú æfði með, þú veist, ekki bara beint, ekki sem þú sást, skilur, en sem þú æfði með. Sko, ég held að náttúrulega Alex Frey var bestur, sko, á tímabilinu, Já, en að æfa með, sko, Vicente Já. hann er svakalegur bara að halda bolta og allt þannig, þetta er bara, það er eiginlega bara grín að vera með honum, sko. En svo er hann hvað heitir hann, djúpi miðjumann Serbin grótin Tomke. já, Tomic. Tomic, Já. kallaði Tomke. Já. Hann á skili meira lof. Hann var ógeðslega góður. Og bara djúpi miðjumenn varna sinna að þeir fá kannski ekki mikla umræðu út af því að Nei. þeir eru bara að vinna boltan og Já. gefa hann til hliðar. Samanlega því. Hann var hrikalega góður og ógeðslega mikilvægur fyrir IBF-liðið. Já, ég horfði náttúrulega á fyrsta leik aftur lengra mútið IBF, leiðast leikur sem ég séð, Hann var ekki góður. en hann var svona ljósi punkturinn á IBF, hann var ógeðslega góður og svo mittist hann eitthvað, hann fekk höfuðhögg eða eitthvað hana Já. og misti eitthvað aðeins út. En já, takk fyrir þetta. Kristján, ætlaði að koma að þér 5 leikmenn sem eru að fara að slá í gegn í sumar í bestu deildinni. Já. Þú báir ranga það fyrir mig. Heldur betur. Ég ætla ekki að fara að koma með einhver ófrumlega svör eins og Gylfi Sigurðsson eða eitthvað. Og ég ætla að koma með eitthvað svona aðeins óvæntara. Já, bara eitthvað svona skemmtilegt. Já. Fyrst að hlusta, Já, það er leikmaður sem við nefndum á hann. Robert Elís Hlinsson. ok. Hann gæti komið sterkurinn Káli næst sumar. Í hvaða stöðu? Hann verður, sko, Káli er náttúrulega vill og ólátur á miðjunni. Hann verður einhvers staðar á miðjunni. Og jafnvel sko verður hann stilt upp í hægri bakveri eða stilt upp bara, þú veist, út á kanti eða sendir, en hann verður svona inn á miðjunni. Þeir vilja óláta þar. Já. Já, hann vil koma sterkur þar inn. Okay. Svo var ég með Þórsarnir komur upp og ég ætla að spá því að Aron Ingi Hlinsson verði svona einn besti leikmaður Þórs í sumar. Býtu, í hvað stöðu er hann? Hann er miðjumar, Já, Aron Ingi. já, ég veit hvað það er. Hann er bara mjög flottur leikmaður, sprækur strákur. Já, ok. Svo er það annan leikmann á Káðurlinu. Það er Magnaði Gafran Eyjálsson í vinstri bakverðinu. Vinuðinn. Jú, vissulega, en hann er það sem ég heilla mig varandi hann sko er hvað hann er ákveðin á áræðin og hvað hann er duglegur og hann hans höfar hefur heilla mig upp á skónum og mér finnst hann svona gefa mikið af sér. Hann á mikið inni. Já, og hann mun sína það næsta sumar. Já, það er svolítið erfitt fyrir hann að spila í þessari línu, þessari ofalega línu. Við fórum þetta á hann, það er erfitt fyrir alla. Já, Þú ert með 50 metra pláskan aftæg já. og fyrir fáið tilbaka að fá skyndsókn á okkur, það er bara krefjandi. Já, ok. Það er konið 3, hver eru hinni 2? Verður, nú ætla ég að fara í F-hólið. Ég held að sást ekki mikið til Braga Karls Bjarkarssonar síðan sumar, en ég held að hann geti núna svolítið sprungið út í F-hólinu. Er þetta faglegu listi? Ég held að hann geti sett nokkur mörgnes sumar og líka, þú veist, hann er með þessa hæð, ég meina, sterkur í bóksinu og alltaf með hraða og svona, direkt, sko, ég held að hann geti alveg. Sko,
Bragi átti hana frábæra leika út í Breiðablik í sumar Já. og svo fór þetta aftur niður og við, skilur hann þarf bara að fá séns að vera alltaf í startinu, sko. Algjörlega. Hvað er seinasti? Seinasti, í vörðinu Víkingum og síðustu sumur þá hafa Gunnar Vatnamar og Oliver Ekroth verið áberandi, en ég held að Róbert Orri geti svolítið blómstra þessu sumar og Orri leikjumæður í vörðinu Víkingum, ég held að hann geti bara Ekroth, hvað er Ekroth fyrir hann gamall? 33 ára. Já, ég held að muni fljótlega hægast á honum og þá muni Róbert Orri taka við. Hvað með okkar Svein Gísla? Herðu, Svein Gísli, og herðu, ég sé það báða. Ég held að þú væri að fara að segja hann, sko. Já, herðu, ég glemdi í maður. Herðu, Svein Gísli og Róbert Orri, þeir fá þetta bara saman. Ég held að Svein Gísli getur orðið bara atvinnumaður, sko. Ég held að hann haldi að ég getur orðið atvinnumaður, því hann er alltaf bara, ég er alltaf upp á sleipum annars. Já. Þannig að, ég held að, hann getur klálega, hans físík og bara með stekkjandi hlutverk í liðinu, klálega. Og þeir tveir verða flottir með Víkingum. Kristján, voru þetta 5 íringar? Hvað var þetta? 4 íringar og 1 vinur? Já, þetta er svakalegt. En ég ætla að koma með óvænt upp. Já. Þetta er óvænt. Og ég þekki ekki alltaf strákar sem strákar sem er ungi og svona eflir. Ég þekki ekki persónulega. Mér finnst erfitt að spá mig. En þú veist, þetta er bara þitt mat, skilur, og bara að bera að virða. Á, ég rétt á þessu. Já. Indriði, hvað finnst þér um hennar lista? Jú. Þetta geti gerst. Það er ekki ólíkt. Herðu, förum að takk fyrir þetta. Bara íringar, ég meina Aron. Já, ok, hann var í Þór, þú varst í Þór. By the way, þú veist, hvernig þekkist þið eiginlega, þið tveir? Sko, við vorum báðir fram á yngri árum, sko. Ég varst í fram á yngri árum? Við varum tvítur. Það var ekki yngri ár, Kristján. Ég komið fram því að sko, bara þetta var annálsaldri, sko. Já, yngri árið, það er ekki 10-11 ára. Já, ég meinti, þú veist. Já, árum áður. Já, ég var á annálsaldri. Árum áður. Skilur. Það er eitthvað 9 ár síðan eða eitthvað. Ef þú ert ennþá á annálsaldri, þá segir þú þetta á yngri árum, sko. Já, þannig að þið spiluðu saman hjá Fram. Já, ok. Þannig að við höfum þekkst alveg lengi, sko. Herðu, förum í enska, það var umferð núna í vikunni, Vestam tapaði á móti Nottingham Forest, þú veist, Vestam, hvað er í gangi þar? Þetta er bara illa samsett lið og búin að kaupa dýra leikmenn sem eru lélegir. Þannig að þú ert fastur, svo getur ekki selt á aftur, þannig að þetta er svona, vítarhingur hjá þeim sem að þeir eru bara ekki að sleppa. Þeir geti eins og kassa inn á þessu leikmenn. Það er verið að losa við þess að vonbrigða leikmenn, þá fá þeir ekkert fyrir það, sko. Að þeir eru bara svo lélegir á Vestam, sko. Þetta er bara Jarrod Bowen og Paketa, það er einu. Þið vitið hann að podcasti Kjaftaðið með Baldinni Borgas og eitthvað og okkar maður Davor með maður. Já, hann sagði, þið sáu vítið hana þegar hann bombaði andlit á hann. Vítið sem að nokkuð hann var að velta fyrir sig hvort þetta hafi verið víti. Ég sá þetta ekki og hann bara kýldi hann í andlitið, bolti var ekki nálægt. Fannst Davos að þetta verði ekki víti? Já. Já, ok, það er áhugavert. Já, ég varð að nefna þetta. Herðu, Bournemouth vann 3-2 sigur á Tottenham. Hvað er í gangi hann í Tottenham? Ég var að sjá eitthvað slúður, ég veit ekki hvað er til í þessu, en að hann sé bara að reyna að láta reka sig, Thomas Frank. Er það? Já, sérst, að það sé fílingurinn hann í Tottenham. Já. Ég veit ekki hvernig þjálfari reynir það, sko, en manni finnst eins og þetta sé smá bara búið, sko. Leikmennir ber ekki virðingu fyrir hann. Nei, enga virðingu fyrir hann. Það er vídeo eftir leika sem hann er að taka hendur á leikmennir sínu. Og leikmennir er ekki að taka hendur á hann, sko. Einhver dansku djöfull þarna sem, sko, eins og ég segi, ég held að þeir einmitt fóla hann ekki, sko. Ég held bara að ber enga virðingu fyrir hann, sko. Þessi góð punktur. En þú veist, tala að hver einn átt að reyka sig, ég held að Mourinho og Conte hef oft ekki átt að reyka sig, sko. Conte og Tottenham, hann myndi ekkert vera þarna, sko. En þú veist, þeir eru með góðan hóp. Þú veist, ég skil þetta ekki alveg. Út okkur geta þjálfar ekki styrkt þessu liði til einhverja árangurs. Ég er bara... Þetta er líka mentality hjá klúbbum. Að maður hefur bara fundið það sjálfur munin á að vera í klúbb þar sem að það er allir vanir að vinna. Að það bara smitar og svo Tottenham, þeir eru bara vanir að tapa. Þannig að þá er það líka smitandi. Og pælingar, Savi Simons, Polo Moani, þeir fá hann frá Vestam það mann
Kudus. Kudus, Já. þessi eru alvöru spilar. Þetta eru alveg Þetta spila. eru alvöru spilar. En þú veist, það greinlega bara eitthvað hugafars vandamál í klubnum. Já, Palinja er á miðunni, Palinja er bara komur bæði munni. mjög góð leikmaður. Og hérna Bergvall og hverju fleiri þannig Vandi Veni er góður hafsend, sko. Romero, Rómera. þú veist, Þetta er drullu gott lið. Vicario, Þeir Jet eru í Spence. vesinn á miðjunni sko, það getur ekki gefið fram á við hana. Þannig að hérna, ef þú ert með Palinja, hann er náttúrulega ekki, hann á ekkert að vera á boltanum. Sá sem er hliðin á honum að Ságæi er aldrei nóg góður, þannig að þeir eru Bentancur, í mjög miklu. Já, Bentancur er líka bara svona Suður Ameríku hérna stýra gæi sem bara tæklar og eitthvað. Að hérna, Mjög það hægur. þarf aðeins betri fótboltamenn á miðjunni. En sko, mann er Frank, ég þóla hann ekki, sko. Ég veit, er að perrandi, sko. Já, alveg, sko. Ég vona að það er ekki, sko, ég var að horfa á hann, þá var ég perrað, sko. Þetta er svona ekta Dani. Þetta er ekta Dani. Þetta er svona ekta perrandi dag, sko. Illa perrandi, sko. Ég get hann ekki, sko. Brentford vann 3-0 sigur á Sunderland, ekkert það eitthvað meira að ræða. Hvað sendir þetta Brentford með raðinn hann, tjúlan segur hérna? Víko Tiago, Svakalega segur með. 16 mörg. Segur tjúlan. Mér finnst hann ekki góður í fótbolta, Nei. en hann skorar. Mér finnst hann eiginlega ekki gera neitt Nei. annað en að skora. Hann spila mútið Káa hérna með Klubb Brugge hérna í Evropakefninu í 2 ára. Já, Var hann þá? Já. Ekki bjóst ég við að hann myndi vera með 16 mörg í úrvarsdeildinni eftir 22 umferðir. Hann er líka bara, hvað er hann, 24 ára? Já. Hann lítur út fyrir 33 Já, svona já. reynslu sem. Já. Herðu, Crystal Palace Aston Villa 0-0. Ekkert það að segja. Já. Everton 1, Wolverhamptons 1. Úlfarnir eru að ná í stig. Já, þeir eru búin að breyta hans til hann að ungur, hvað er hann, Mane? Hérna, ungur Já. gæði Já, kom inn já. á, hann er búin að vera flottur. En þetta er náttúrulega allt og seint, þeir eru eiginlega fallnir, sko. Ég held þeir bjargi sér. Já, Já. hvað þurfa þær? Þeir eru 15 stíðum eftir Nottingham Forest. Það er eitthvað sem segir mér ok, ég þarf að draga þetta kannski aðeins tilbaka. Forest er komið sko með held ég 20 stig eða Sko, eitthvað. Forest fellur aldrei. Ég held að þetta væri þá Leeds, en Leeds er á rönni. Já, Leeds eru á Þeir eru komið 25 stig sko. Já, ég held þessi bókmál til búinn, sko. Já, kannski. En sko, hann þjálfurinn sem tók við hérna núna nýlega. Rob Edwards, Já, Rob Edwards. Ég held að hann sé bara hörku þjálfuri. hann er það. Og ég held að það sé líka bara klár gæi. Hann er mjög likeable sem ég kann alltaf meta. Og hérna, ég er bara að trúa honum. Já, hann er að taka við kjúklingaskít, skilur. Ég held samt sko, hann er sem að segja, ok, lið fellur. Já. Ég verð með alvöru lið í Championship næsta sumar. Við fáum þetta fallega greiðslunar. Wolves er stór klúbbur í Championship. Allt þessu upp. Hann er sem að segja bara, næsta vettur, þá rúla ég Championship. Já, sko, þeir eru með Ég held að hugsa hann. þeir eru með Joe Gomez á miðunni þannig, sko. Já. Þeir eru með Strand Larsen. Já. Þeir eru með fullt af góðu leikmönnum hana. Hann hugsa bara næsta vettur. Það verður vist. Já, Við rúllum Championship. það væri fólksflutningar frá Wolves eða falla, sko. Þeir eru ekki að fara að vera, Já, þeir eru ekki að fara að spila með þeim, Nei, sko. en þeir eru samt með miklu stærra budgetur og flest liðin Championship. Herðu, Fulham 2, Chelsea 1. Hvað, þetta Chelsea-lið, þetta er stórfurulegt dæmi. Já, ég sá þetta núna leikja þeirra, hvað var það, í gær, FA Cup. Já, ég líka hann líka. Og hérna, Sá- þeir voru ógeðslega góðir í þeim leik, en náttúrulega að spila mútið Charlton, Það er samt að góra boltaðinni. ógeðslega góðir, Já, en já. hérna, þeir voru náttúrulega einu færri hann á mútið Fulham. Já. Og Fulham bara að sína að Já. þeir eru hörku lið, sko. Sáu þetta brot hjá Cucurella eða? Já, alltaf. Já, það var Hann er svo mikið, hann djöflast Já, alltaf einmitt. á mönnum, hann bara hlaut að koma Já. að þessu. Man City 1, Brighton 1. Man City er ekki að klára leikina sína. Þú veist, er Arsenal ekki bara að fara að sigla þessu eða? Ég Það er Já. nokkuð klárt. Það er ekki? ég held það, en ég vona ekki. Burnley 3, nei, Burnley 2, Manchester United 2. Hvað segir það? Þrótt. Bara grín, sko. Þrótt. Er það eitt sem það, ég horfði þannig að loki leiknum. Og gæðis kom inn á, Lacey. Já. Hann á að fá meiri spiltíma. Þetta er skemmtileg strákum. Menn er aðeins að missa sig yfir einhverjum gauð sem stóð sér vel á mútið Burnley, sko. Já, Já, róum okkur aðeins. Bombs, þegar ég sé talent, ég þekki talent, sko. Já, Manchester United er akkurat að keppa núna, ég veit ekki hvað staðan er. Það er Sko þetta. Báður síma þetta. Brighton, keppaði Brighton. Rangers nú leitt. Það er 2-0 fyrir Brighton hérna. Guð minn er ekki Manchester á heimavelli? Já. Já, veistu ekki, ég get þetta ekki. Strákar, ég get þetta ekki. Það er 0-2. Nei, förum við hann leik, ég nenni, 7000 myndu. ég get þetta ekki. Hver er svona stjóri sem geti gert eitthvað, breytt þessu dæmið hann í Manchester? Ég er með Big Sam.
Hættu þessu. Kristján, Hættu þessu. Sko, ég vil fá hann Inzaghi, Simone Inzaghi. Það var alltaf rosalegt sko. En hann er ekki að fara á peningunum hann í Al-Hilal held ég hann sé hjá. En upp á að ná úrslitum núna, hann er að fá Tony Pulis. Ertu eitthvað klikkaður? Tony Pulis? sem lagði eðsmári í einasti? Ekki séns. Ég er að bulla bóks, róaði niður maður. Nei, vandamáli United, þetta er ekkert sko, þetta er ekki taktík, þetta er bara mjög illa samsettur hópur. Ok, þeir eru konum með ágætis markmann, hann er held ég ekkert eitthvað meira en það. Nei, hann er alls ekki. Vörnin er vesen, skilur miðjan er vesen fyrir utan Bruno og framverðin vesen. Made in Heaven, hvað er það? Made in Heaven. Made in Heaven, sko, þetta segir allt sem segir þar. En sko miðja sérstaklega, sko, Ugarte og Casemiro. Hræðilegt. Aldrei verið á svo Casemiro vagnir, sko. Nei, líka, United, sko, Real, þeir losa á United fyrir ástæðu, sko. Þeir vissu hann væri leiðinu niður tröppurnar, sko. Veistu hvað hann með í laun á viku? Ég veit ekki. 400.000. 400.000. Faldi, hver er að reka þetta? Hver er að reka þetta að hann var sænar? Ég veit það ekki. Þetta er allt í bulli hann. Nei, þessi Ugarte mis. Við skulum ekki ræða hann eins og Þetta er bara miðjan þessu liði þetta er eiginlega galið, sko. Ugarte kæmist ekki í Wolves. Hann myndi ekki komast í liðið þar. Kemst ekki í hér. Ekki eins og Hörðu, Newcastle 4, Leeds 3. Já, þetta var rótulegt. Rosaleg leikur. Maður sá þannig að Harvey Barnes, hann er ógeðslega segur. Já. Það er ótrúlegt að Anthony Gordon sé á undan honum í liðið þannig hjá Newcastle þegar allir eru heilir. Bara Harvey Barnes, það kemur alltaf stóðsendingi að mörg og meðan Anthony Gordon er bara hann með þetta hálfband sitt hann vel leiðilegur á kantinu. Hann er tennisspilari. Já. Það eru Arsenal Liverpool. Með hverjum heldur þú í enska? Ég held ekki með neini enska. Nei, ok, þú er pullari dauðans. Já. Ég mista þessu leik. Ok. Ég var að spila með ír fjölinu af þetta. Alveg rétt, unnu 4-2. Þannig að Liverpool hræðilegri fyrir áleik fannst mér persónlega en frábær í seinni áleik. Og Frimpong var bara mjög góður. Hann veit ekki alveg hvað hann að gera við boltan á seinasta þriðjung. En sko, ég var með 3 varnarmenn í fantasy og ég horfði á þetta með nálarauga sko. Og sáu þið þannig að þeir skutt í slánuna. Já, brallegi fyriráleik. Já. Já, ég sá það. Guð minn almáttur, Raya og Saliba, þeir eru verið að tala saman sko. En sko, já, það ætlaði að verið geðveikt að stela 3 punktum alveg sem púlari. Já. En það er ekkert grín að brjóta niður spanska Tony Pulis og félagarnir í Arsenal. Þeir eru heldur fætti fyrir. Liverpool samfélagi var ekki ánægt með 0-0 og ég skil það ekki alveg. Ég var mjög ánægð með 0-0. Ég eftir leik Íra fjölnins þá spurði ég hvað leikur enda og það 0-0 og ég var ógeðslega glaður sko því ég bjóst með tappi sko. Herðu, nóg þetta Erum maður bæta inn hann að Bradley, hann er náttúrulega frá tímabilið. Já, Bradley, já, hann er með slítið krossbönd. Nei, það var ekki krossband. Það var eitthvað í hnénu. Þetta var ekki krossband. Nú. En það samt að fyrir aðgjör, ég veit ekki hvað þetta var. Og hvað fannst þér um þetta aðtökana? Sko, þegar maður sér þetta skilur sem áhörandi, þá sér maður hann með sig. En á vellinum að þá, þú veist ekkert hvort hann sjá að hann fái sling á hnéð og væntanlega búin að vera lélugur í leiknum og þá ertu bara pirraður og maður hefur sjálfur gert ýmislegt sem maður hefði ekki átt að gera á vellinum sko. En sko málið það, Martinelli hann vissi ekkert hversu alvarlegt þetta var en hann var einn svona mjaka sinn á völlin þess vegna var hann að ýta honum út af en að vísu er engin afsökuð fyrir að hann hendi boltanum í hann. Nei, það var galið það nýjan hann sko í baki þetta fáránlegt nú. Svo ótrúlegt, sko, City með sína 115 kærur á sér og búin að vera að vinna mikið síðustu ár sem púlar það vonið miklu að þeir vinna til Arsenal sko. Það er eitthvað veit Arsenal sem gjössalega getur ekki sko. Það er ljúkumessar umferð það er FA Cup í gangi núna svona Wrexham 3 Nottingham Forest 3 Wrexham slær út Nottingham Forest. Ég held að þessi lið sem eru í fallbaráttu í ensku, ég held að þessi bara sátt að þetta úr svona keppnum sko. Ryan Reynolds var ánæður. Það var leikt upp. Já, það var leikt upp. Macclesfield í 7. deild tók út bikarmeistarana. Og veitir hver er stjóri Macclesfield? Rooney,
bróðir hjá Wayne Rooney. Það er rosalegt. Það er rosalegt. Ég vissi ekki að það ætti bróður, sko. Þannig að, en romantíkin með þennan enska bikar. Töfrandi maður. Vá, sko. 7. deildsamt að vinna bikarmeistara. Það er eins og, myndi þetta gerast í Íslandi? Aldrei í lífinu. Heldur að Úlfarnir myndu taka F á hérna í úrslitaleik? Nei, ég meina Nei, Kári tapa á móti Stjörnum í Alveg rétt, bikarnum já. sumar, sko, Já, Vító. já. Ég horfði á þann leik. En hérna, mót hvað liður var maður sem ætti að spila á móti síðast tímabili í byggatun og fór þetta í Vító? Nei, það var á þessu tímabili, töfum mútið Grimsby. Nei, það var líka í fyrra, þá vann United í Vító og móti liði. Já, mútið Coventry. Nei, það var verra lið sko, það var eitthvað mikið Ha? verra lið sko. Það er ekki að tala um að þau komast í úrslitleikin með að vinna Coventry í Vító. Þeir grísu í Vító eða eitthvað í fyrra á móti einhverju skelfilegu liði í verra þeim. Sko. Herru, halda honum, ég finn þetta. Allavega Everton 1, Sunderland 1. Everton klúðra öllu vítaspinnunum sínum í keppninni. Það er út. Hann er góður markmann, hann er Sunderland. Já, en klúðra öllu vítaspinnunum. Já, Bara 3-0. líka á heimaðlega ekki. Já, á heimaðalli. Skrýta. Newcastle 3, Bournemouth 3. Nóa mörkum í þessar umferð. Newcastle jafnaði í uppbótartíma og svo skoraði liðin sikkort markið í leiknum. Já, Eða í ég framlengingum. sá þennan leik sko Ok. og hann er svo slagur í markinu, hann Ramsdale. Jöfnunamarki hjá Bournemouth þannig undir lokin. Já. Þetta er bara, hann er alveg hræðilegur því miður. Já. Og maður sér bara þegar hann er að byrja, þeir halda aldrei hreinu sko. Það Nei. er alltaf að fara að vera markaleikur. Hann átti líka sína upp og niður tíma hann í Arsenal. Ég skil vel að þeir losu sig við hann. Hann var þetta góður í vítóinu, hann varði vel þar sko. Já. Tottenham Aston Villa 1-2. Frank vinnuðinn Kristján með tap. Það var allt vitlaust eftir leik. Ég sá það. Palinja og Rodgers Já. fóru í slagsmál hann. Watkins átti að hafa verið eitthvað augrandi, tók nú ekki eftir því. En það byrjar náttúrulega sko, Palinja fekk guldspjald fyrir tæklingu sem var ekki eins og brot. Já. En hún var samt alveg á krafturinn sko, en hún var samt Já. ekki brot sko. Ok. Mér varst þeir eiginlega bara svona, trillingurinn magnaðist bara með tímarum eftir þessa tæklingu. Því það var allt sko bekkur og tóttir eftir þessa tæklingu þarna sem var dæmt á. Já. Þú veist, þeir voru bara lemjandi í sæti og eitthvað. Svo bara magnaði þessi trillingur. Svo bara þegar leikunum búið, þá bara gjössanlega sprunguð sko. Herðu, Chelsea 5, Charlton 1 eins og þú nefndir. Við sáum báður hann leik. Já, þú veist, ég ætla ekki að fara eitthvað nánar í þessa leiki. Man City 10, Exeter 1. Semenyo kominn á stað þar. Það er, Já, hann byrjaði bara. hann er eitthvað svo, hann virkar svo næs gæi að maður heldur svo mikið með honum. Skoraði og lagði upp sko. Skoraði hann? Já. Já. 1 af 10. Hann er í fantasy-liðinu mínu. Það er eins gott hann standi sig hana. Leeds vann Derby 3-1. Já, svo er Manchester United Brighton og Brighton er vist að vinna 2-0 sem er bara ekki nógu gott. Nógum FA Cup. Fyrir maður í Ítalíu, þar er Inter á toppnum. AC Milan liðið þitt er í öðru sæti. Það er skipt á sig á hann sko. Róma í 3. sæti, Napoli í 4., Juventus í 5. og þetta er bara 42 stig í toppnum, 5. sæti með 36. Alltaf stórleikur á eftir, það er Inter Napoli. Já, þetta er Brunni komin aftur eða er hann ennþá meiddur eða? Er hann ekki meiddur bara frekar lengi? Jú, ég held að. Er þetta verstu kaup í sögu Napoli eða? Ég þekki Ég hef alveg tekið sjensin á honum Já. sko, en þetta var líklegt að hann myndi með það sko. Já, Ég sé hérna hann að koma aftur í mars. hann er líka heldur betur á leiðinni niður brekkuna sko, þannig að kannski ekki alveg tímapunkturinn fyrir þessi kaup. Hvað gerir þeir Juventus? Þeir eru í 5. sæti, þetta er liðið mitt, ég er búin að halda með þessu liðið sem ég var lítið strákur og ef þú ferði í byrjunarliðir þá þekkir maður allar mann hann er einhver, að Kenan Yildiz og hérna Nánsmaður frá Newcastle liðinu þetta, hvað er hann aftur? hann hérna, Kelly, hann byrjar. Pældi því, það er ótrúlega. En svo er Vlahovic hann ennþá og hérna, en þetta er bara ekki gott lið á pappir sko. Svo er Róma í 3., ég veit ekki alveg nóg mikið um Róma. Þegar það fengu hann Gasperini frá Atalanta og ég held að hann sé nú mörku þjálfari sko og spilaði mjög svona áhugaverðan leikstíl. Það var nú alveg gert mikið fyrir þá sko, þeir eru í toppárið þá sko, sem er bara geggja fyrir þá, ég meina Róma hefur ekkert verið þessum titilin síðustu ár sko. Svo er Fabregas með Como Já. í 6. sæti. Það er mjög vel gert. Já, það er ótrúlegt sko.
Það er svakalegt. Ég var alveg til í hann í Manchester. Ég var alveg til í það. Bráður. Hann er líka bara búinn að byggja þetta sjálfur. Þetta er eiginlega allt aðkomumennana. Já, Og svo er náttúrulega hann að Nico Paz. Nico Paz Minn maður. maður að koma til Real á næst tímabili. Já, ég vildi að hann myndi fara í Manchester. Jesus. Endur og vel. Það er frábærleik maður. Herru, förum í Þýskaland, Bæminjón á toppnum eins og venjulega. Þeir eru að vinna 7-1 núna. Í alvöru. Þetta er svo leiðilegt. Býtu, móti hverju er það? Móti Wolfsburg. Guðminn, Þeir eru stór klúbbur. á móti Grabara sem var í FC Kaupmannahöfn þegar Orri var þar. Hann er í markinu. Já, þessi deildin alltaf, þeir eru sko 14 sigra, 2 jafntefli með pluss 50 í markatölu eftir 16 Já, þetta er ekki skrýta að Kane sé að skora einhver mörk hana. En þeir eru náttúrulega með Lennart Karl og Leroy Sané og... Það var drama í kringum hann hérna í vikunni. Nú? Hann sagðist vilja spila fyrir Real Madrid einn tíman og það var Já, brjálað, sko. alveg rétt, alveg. Það var afsökunar og eitthvað. Já, þú mátt ekki segja svona í stórum klubbi, sko. En hann verður svakalegur, sko. Nóðum Þýskaland, hvert eru við komnir? Það er spænski. Það er Supercup eftir 50 mínútur. Real Madrid um Barcelona. Hvernig sjáu þið þann leik fara? Það er bara því miður, þá held ég að Barcelona tekja það. Herðu, förum aðeins nú yfir liðin, já, þú veist, Jóhann Garcia er markinu, Conte, hægri bak, Garcia, Kubarsi, Balde, Petri, Frankie de Jong, Jamal, Dani Olmo, Rafinha, Ferran Torres. En þetta var allavega, ég veit ekki hvernig staðfestbyrnulið er, en hérna... Já, þetta er þannig, síðan með. Já, ef við myndum bera saman þessi lið eins og Real Madrid er þetta bara eins og við tölum Galacticos frammi, Kylian Mbappé besti leikmaður í heimi. Hann er ekki í liðinu. Nú? Hann er á bekknum. Þeir hérna... Já, hann er búinn að meiddur. Þeir ætla að sprauta hann, vissi ég. Já, alveg rétt. En þeir eru greinilega ekki tilbúin að fórnunum hérna beint. Hann er ekkert búinn að æfa í, ég veit ekki. Hver er upp á topp? Garcia, Gonzalo Garcia. Skoraði þrennu hann í daginn. Þú veist, Gonzalo Garcia, ég veit ekki hver þetta er, sko. Nei, hann er bara ungur center, sko. Vinicius, er hann í byrjulega? Já. Bellingham, Rodrigo, Camavinga, Tchouaméni, Alvaro Fernández Carreras sem var í Manchester, Dejan Huijsen sem var í Bournemouth, Anthony Rudiger, Federico Valverde og Thibaut Courtois, besti markmaður í heimi. Þú veist, það er ótrúlegt að Barcelona sé að vinna þessa deild með þetta lið sem er hjá Real Madrid. Ég er nefnilega, mér finnst þetta bara vera lélegt lið hjá Real, sko, miðað við það sem maður er vanur síðustu ár. Nú? Hann er hérna Asensio í Hafsend núna í kvöld. Asensio? Já. Hafsend? Hafsend, Hvað var? Hinn Asensio, já. ekki hérna. Já. Ekki miðumæðurinn. Mér finnst þess að allir heiti sem fokkin nöfnunum hann í Spáni. Þeir rúllir þessu. En nei, ég meina, Sáka er til dæmis bara ekki góður leikmaður. Nei. Huijsen er allt og hægur. Já. Hann þarf eitthvað alvöru Hafsend með sér og það er bara engin alvöru Hafsend til hjá Real. Þannig að ég er ekki hrifinn af þessu liði, sko. Haldið að Barcelona takit í árið eða? Já, þeir eru ekki... 4 stigum á undan. Málið er bara að þeir vinna þessi lélögu lið alltaf með 2-3 mörkum, sko. Þeir eru í engum vandræðum með lélögu liðin í deildina, menn að Real er stundum að slefa í gegnum þeir. Já, en það er með 53 mörk skorið, Real Madrid með 41. Og líka nánast bara Mbappé að skora fyrir Real. En hvernig haldið þessi Supercup leikur fari? Já, þú segir að Barcelona vinni, hvað segir þú, Kristján? Sko, þetta fer í framlengingu. Já, og hver vinnur? Og ég held að Real Madrid vinni í framlengingu. Sko, ég held að þetta sé 4-1 Barca, sko. Ég held að þetta sé alveg þar. Ég held að Real vinni í framlengingu eða Vító. Það heyri samt að hann er mun dýbrinn í Já, hann er Real Madrid maður, númer 1, 2, 3 og 4. Ég er alapúlari, sko. Já, ég veit. Og Rangers. Það eru nóg þetta bandarótbombuna því að ætla að reyta það. Það eru tilbúinir. Verið hreinskilnir. Pappi, má ég fá hund á jólunum? Nei, við verðum með hamborgarhrygga eins og alltaf. Einhvern? Sko, fyrst að jólin eru búin þá fæ kannski bara 5 hjá mér. Já, bara, það er hérna
fær 4,7 frá mér, 4,5 er nóg til þess að ná áfanganum í mennskóla, þannig að þú nærði áfanganum, 4,7. Af hverju er alltaf allt í drasli heima hjá Herberti Guðmundssoni að því hann getur ekki gengið frá? Walk away. Náðu þessu. Ok. Sko, Þessi var betri. Já. Já, Sexa. sexa hjá mér. Já. Kristján? 5,5. Herru, hvernig dó klámyndaleikonan? Hún dildó? Já, ég ætla að gefa líka 6 fyrir hennar. Já, þessi var 6,2. Já, ég tek þessu. Herru, við erum í sögustund í bóðið Bifreiðarverkstæði Grafarvogs. Hvað, Indriði, þú byrjar? Já, svona eina sem er datt í hug, væntanlega fótboltatengt, Já. ekki bara eitthvað sem gerist við mig. Nei. Það var eina sem er datt í hug, það var 2016, var ekki EM í gangi þá. Jú, heldur betur. Þá var EM, ég var í Fram og allir leikmenn voru að fara þannig út, fengum frí sko, til að fara á einhverja leiki. Já. En það átti engi vona að við myndum fara þannig að spila á móti Englandi. Ok. Og Já, EM eða? EM. Já. Varamarkmaðurinn okkar, Bjarki Pétursson, að hann var ekki búinn að skipuleggja að fara út, en svo sá hann að við fórum hann að spila móti Englandi að hann þurfti að komast út. Þannig að hann pantaði one-way ticket til Frakklands. Já. Fer hann á Englandsleikinn og festist úti. Nú? Það var ekki hægt að fljúga heim, það var uppselt. Já. Þannig að hann var einn fastur úti og náttúrulega tímabilið í gangi á Íslandi. Já. Þannig að hann kemur heim, fékk held ég 3 daga frí eitthvað, en svo kemur hann heim 1,5 viku seinna og fer í agabann. Og hann var náttúrulega varamarkmaður okkur, ekkert komin að spila. Og hann er í agabanni og svo er næsti leikur þegar hann kemur. Þá er hann satt á bekknum hjá okkur. Og markmaðurinn okkar, Steve Lajeni, hann feikar meiðsli þarna í fyrraleik. Þannig að Bjarki þarf að koma inn á, verandi í agabanni. Og þannig að þetta var eini leikurinn held ég sem að spila það var þegar hann var í agabanni út af þessu vesinni. Og hann postaði þessu á Instagram, gerði grína þessu. Það var mjög gott að við sko. Hvaða meistar er þetta? Þetta er sonur Péturs Löggu. Já. Hann er algjör meistari. Toppmaður. Bjarki. One way ticket sko. Þetta var bara, þetta sagði var bara fyrir okkur. Ég var að hugsa sögu og ég bara alveg tómur. Allt í góðu. Alveg tómur. Herru, spurningar úr sal. Fatæ spyr, hversu marga orkudrykki drekkur Kristján Atli fyrir leik? Ég drekkur örugglega 2-3. Hvað gerð? Það er alveg mismöndi sko. Mér finnst sko, í dag ég er meira fann í kaffið sko. Já. En þegar ég spilaði með Fatæði þá var ég ekki fann í kaffið sko. Varstu í Monster? Já, þetta er gott hvíta Monster í vikuna. Hvítu Monster? Og góður. Já, ég drekk nú orkudrykki á hverjum degi. Ég byrja að fara í orkuna. Já. Hvíta orku? Já, hvíta orku. White Power? Já. Nei, Jú. má það? Já, Þetta væri bara cancela heim. Ég er mest fyrir á gömlugu orkuna í plastflöskum. Nei, það er ógeð. Ég elska það. Ertu að tala um bláu? Gamli skólinn? Nei, ég er líka gamli skólinn. Já, þú veist, orkudrykkurinn núna hjá orkunni er svona alveg eins og kollab og nokko, sko. Ég er meira hrifinn á gamla góða orkunni. Það er í plastflöskunni. Ok. Guarana og allir pakkið maður. Hafsteinn Árnason spyr á að sameina Leikni og ÍR og leiða Breiðhyltingum að dreyma alvöru afl í knaspinu. Indri, byrja þú. Ég kannski, sko, er ekki verið að tala um meistaraflokk, það er ekki verið að tala um... Nei, bara meistaraflokk. Er það? Já. Ok. Ég veit, ég náttúrulega... Já, mín vegna, þegar maður hefur svona utanakomandi, að þá væri náttúrulega bara fínt að vera með eitt liðana í Breiðholtinu, sko. Myndið þú sameina í og Skallagrín? Það er ekki alveg sama. Ég held að sé ekki sama. Þetta er ekki sambarlegt, sko. Nei, ég segi svona. Hvað segir þú, Kristján? Sko, þetta er náttúrulega bara góð spurning. Það er valega að þú svarar spurning. Já, algjörlega. Sko, ég er náttúrulega einmitt, sko, ég skil alveg pælinguna, þú veist að því að bæði í og Leiknir fjárhagslega ekki sterk. Ef þau verður saman, varum við fjárhagslega sterkari. Heldur það? Ég veit það, bara ef þau myndu samanast þá ætti að vera meira fjármagn í klúbnum. Hvað er til liða þetta? Það er ekki undir mér komið. En ég er samt svo orðið svo ekki í einhvern veginn þannig að ég vil að til þess að maður samanast Leikni, ég veit ekki alveg. Það er eitthvað við það sem minnst ekki alveg á, Ég segi nei. En
veist, það er kostur og gallar, þú veist, í grunni væri þetta gott fyrir félögina því að, minna, ef þau verið saminuð, þetta getur verið klúbbur sem getur verið að berja sem að komast í efstöld, að mínum mati, Já. bara meira fjármagn, meira fólk á baki klúbbin og hannig, en bara sem leikmar í minnst, og er þetta að hugsa út í að samla slengni, sko. Nákvæmlega, þú segir nei. Og líka ein pæling, sko, því ég er það samlingsmyndin næstu tvö sumur, Já. ef þau myndu saminast næsta haust, myndi minn samlingu haldast eða eru þau bara allir einnig samlingsmyndir og eru að semja nýtt við þetta nýja lið? Það er góð spurning sem erfitt að svara. Já, ég veit ekki hvernig það er því. Hörðu, Alexander Magnússon spyr, Gauti Arason spyr, hvor er betri leikmaður, Kristján Atli Indri Áki og af hverju báðir eiga að tala sínu máli? Þetta er bara, ég nenni ekki svo svara þessu. Ég nenni ekki svo byrli, sko. Segja af hverju? Ég nenni ekki svo byrli, sko. Indri, taktu þessu. Ég nenni ekki svo byrli, svo leiðilega. Indri, taktu. Vilt þú segja pass líka? Ég er kannski búin að spila með betri liðum. Já. Þannig að En þú veist, mér nenni ekki svara þessu. Nei. við erum mismunandi leikmenn. Já. Við erum ólík, en þó sem við svipar stöðu samt ólík. Ljúkum þessu bara þar. Alexander Magnússon spyr, hver er ykkar skoðun á Martinelli dæmin og Conor Bradley? Við vorum búin að ræða það. Já, tók ekki, náttúrulega gali múf en maður samt veit ekki hvað er í gangi þannig á vellinum, sko. Sko, mér þetta er alveg, þetta er galið svona, maður pælir í því, en hann er mótið samt, sko, hann náttúrulega vissi ekki að hann væri svona illaslasaður. Hann hélt náttúrulega að hann var bara tæfið það. Já. Og það er 93-4 mínúta í stóru leik, þannig að hann er mæntalega mjög blóðutur. Þannig ég, úst, er þetta reyður þetta þannig sig? Af því þú veist að, úst, ef hann hefði vita að hann væri illa slasaðan hinn, hann hafði aldrei gert það. Nákvæmlega. Og líka hitta leiksins svona, þannig að maður hefur sjálfur gert heimskulega hluti hitta leiksins, þannig að... Já, svo eru stóri gaurar, Gary Neville eitthvað að segja að hann væri ógeðslegur og eitthvað, þú veist, menn þurfa aðeins að chilla, sko. Ég eru mennleiki ekki konum með nóga Gary Neville og Gary Neville sagði í útsendingunni að það ætti einhver Liverpool-maður að lemja Martinelli. Ef að Gummi Ben var að hvetja leikmenn að lemja hvern annan. Þetta er mjög sérstætt. Gary Neville alltaf misti alla virðingu í Bretlandi eftir ummæli sem sagði fyrir haust. Það er ekki tengt fótbolta, menn eftir. Nei, hvað var það? Við skulum kannski ekki fara út í þessi mál. Við skulum ekki fara náttúrulega út í það, en allavega eftir þessu ummæli þá held ég að það var hansi margir búin að detta af hans vagni. Við getum orðað þannig. Herðu, nógum það er komið að lokalið þáttarins, það er sem sagt liðið, hvað kallaði ég þetta hérna? Býta aðeins. Leikurinn, segi ég. Nýr liður, leikurinn. Til það. Þá er ég með leik og þið takir nýfskeru blaði núna. Og Indrið vann það með skærum á móti blaði. Herðu, við erum með leikinn Bayern München á móti Inter 2010, úrslitaleikur. Og þú mátt ráða, Indrið, hvort liðið þú ætlar að giska á. Ég tek Bayern. Ok, þá byrja þú. Hvernig var byrjunliðið? Á ég sérst að segja eitt leikmann einu. Já. Ok. Og þú heldur yfir stíðinni. Ég mani þetta ekki. Ok, þú segja Neuer. Vitlaust. Julio César. Rétt. Þá ert þú komið 1, mannstu það? Indri. Philip Lahm. Ekki rétt. Jú, rétt. Já. Fyrirgefðu. Fyrirgefðu. Það var svo niðurlega á þessu maður. Ok. Ég segi Samuel Eto'o. Það er rétt. Robben. Rétt. Chievo, sem þarf Inter í dag. Rétt. Vel gert. Ribery. Vitlaust. Ég segi Maicon. Rétt. Schweinsteiger. Rétt. Ágris, sko gæðin sem skoraði beðmerkjum leiknum, hann er dottur á hausnum, hvað hann heitir. Svona ótrúlegt, þessu típi svona þegar allt er undir, sko. Hann Argentínumæðurinn Já. En ég segi Zanetti náttúrulega. Rétt. Varst þú að skoða hann að leikja eitthvað? Það kom alltaf rétt. Toni Kroos þannig. Nei. Kristján. Sko, mér langar að brjóta það borð að því man ekki fokkin gæði heitir sem skoraði beðmerkin, sko. Já. Byrja á M. Byrja á M, sko. Ég trú ekki dottur á hausnum, sko. Það er rétt, já.
Það byrja á M, sko, ég veit að ég stundum bara dettar um höstum á mér, sko. Já, En hún er að brjóta þetta bara, sko. Já. Djöfull. Hvað heitir náttúrulega helvita á henni? En djöfull sjálfur. góðu með En eitthvað? svo var Cambiasso í liðinu. Það er rétt. Ég er sko 2010, ég er bara algjör rugli hérna. Illusio í Hafsend. Nei. Kristján, Er það Milito? það er rétt. Já, það kom það. Bróðun sett Gnabry Milito. Hvað er það komið mörg? Ég kom svona Hann er komið með einhverja 6, ég er með Já, 3. já, ok. Milito, ég man ekki, sko, bróðun sett Gabriel Milito. Man, það sé Diego. Diego Milito. Er Pizarro í leiðinu? Nei. Kristján, þú ert að fara að sigla þessu bráðum. Hann var hérna, Serbin hérna, sparkvísi. Hann var ríkala sparkvís. Nú glemur nafna á honum, en ég tek þá í staðinn. Neða, svo veist það. Snædur þetta? Hvað er Jésu? Rétt hjá þér. Boateng. Nei. Er ég bara... Maður ekki sko eitt hafsendi á bæinn. Nei, halda áfram með þitt. Ég er döður sko. Já. Já. Nú langar bara að gefa hann eitt sko. Ef þú getur næsta rétt þá er þetta bara búið. Hann hann var náttúrulega í vörninni Brasilíumaður hérna sem var svo góður á boltan. Já. Ég elska Hver er það? fucking Helmur. Hvað hét hann áttur? Helvíti á hann. Hann elskaði að sóla hann boltan. Já. Hvað heitir hann? Þú var ekki, það er svona nöfn dettur hausnum á mér. Já, já, þú veist, bara undir pressa og mann maður ekki raskat. Það er málið sko, undir pressum mamma að gera sko. Já, ég kannast við þetta. Hann hét hérna. Gef mér fyrsta. L. Lucio. Já. Já, hann var þarna í Inter. Já, hann var Herru. Mario Gómez fram með það. Hefur það glemdi, Nei. mann bóið þegar maður er í vörninu, ég vann bóið þegar. Jú. Þetta er búið. með það. Kristján vann. Við förum í lið Bæinn þær Jörg, eitthvað Bött. Van Bjóten, Di Michelis, Hamid Altintop, Robben Olic, Van Það er Bommel. ekki svona Robben. Ég sagði... Jú, það sagði Robben, já. Van Bommel, Lam, Muller, Badstuber, Schweinsteiger. Lið Inter, Julio César, Zanetti, Lucio, Eto'o, Snyder, Maicon, Cambiasso, Milito, Walter Samuel, Chivu og Pandev. Walter Samuel og Pante voru innleitin svona ekki. Já. Ég náði 9. Já. Þetta er kannski aðeins meira iconic liðana hjá Inter, hei? Jú. Já, ég hef alltaf valið Inter, sko. Badstuber og svona. Ég er svo lélur, ég held þetta væri hann að Ribery, Robben og... Var Rýpir ekki inn á það? Nei, Hann er mittur þá. Ribery var ekki í liðinu, held ég. Það er nokkuð. Það var ekki eins og bekknum, sko. Hann er mittur. Herru, þá er bara þátturinn að enda kominn og ég vil bara þakka ykkur fyrir að koma í Bombu Studios. Ég þarf að taka mynda ykkur, setja á Instagram hérna. Hvað er þetta bara langt þér? Þetta er 1 klukkutíma og 22 mínútur. Ég er þetta hrætt maður. Þetta líður ógeðslega hratt. Smár. Rangers vann 0-2 á Aberdeen. Bert. United búið. Nei, við tekum við. Hvað er staðan þar? Kottum ykkur góða fréttir einu sinni með þetta lið. Þessi framvíking 22. Má sjá. Enda 1-2. Guð minn almáttur. Sesko skoraði. Já, hann er á helviti. Herðu, við erum 60% possession. Til ykkur með það. Já, er þeir ekki alltaf með meira possession eða? Veit ekki. Já. Herru, er eitthvað að lóka sem þið viljið segja? Nei, ekkert. Bara takk fyrir mig. Bæði vann 8-1. Já. Kristján, eitthvað sem þú vilt ljúka með það? Nei, ekkert segja það. Bara takk fyrir bara þátt og bara okkur úr. Já, takk kæru hlustendur og við sjáumst seinna. Takk fyrir. Bless, bless.